Sætt verið fólki og velkomi í þátt minn Mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni löngu landskunnur leikari, leikstjóri og leikhúsmaður og frumbærska hans sætir slíkum tíðindum að hann hefur verið gerður útvarpsþáttur sem hefur endurspilaður mörgum sinnum sakir vinsælda. Hann núna herforingi og heitir Viðar Eggertsson. Leiðir gráa herinn? Já. Ef svo má segja? Nei, ég svona tekið að mér einstöku verkefni fyrir gráa herinn. Gráa herinn raun og veru bara allir þeir sem eru komnir yfir 60 á Íslandi. Það raun og veru gráa herinn. Gráa herinn bara fólk sem hefur áhuga á því að koma á einhverju réttlæti til það fólk sem komið á 3. og jafnvel 4. æviskeiði. Af því að þessi fallega hugsjón áhyggjulaust ævikvöld hefur alls ekki á okkar velferðartímum hæst. Hún mýta? Hún mýta, hún auðvitað draumsýn, en hún hefur aldrei komist í framkvæmd. Og staðan þessi við að fólk sem á að heita roskið, svona upp úr 55 ára, á erfitt með að fá vinnu, á erfitt með að fá viðurkenningu út á vinnumarkaði og horfir með beigi hjarta til ævikvöldsins. Margt hvert. Margt hvert, þetta stífulega stór hópur, þetta yfir 60.000 manns á Íslandi sem við getum talið í þessum hópi og margt af þessu fólki ennþá á vinnumarkaði, þeir sem eru komnir yfir 50, en já, sem þetta rétt eins og þú segir að þau í vök að verjast með bara hreinlega að fá atvinnu eða fá bara að vera það sem þau kunna og geta. Hvernig víkur þessu við? Við bara búum í einhvers konar æskudýrkunar samfélagi. Ennþá búum við því og við erum kannski of sein að bregðast við því að stærri hluti þjóðarinnar á næstu árum verður fólk á þessum aldri með mikla reynslu, starfsgetu og búinn að afla sér þekkingar og reynslu sem verið fáránlegt að nýta sér ekki. Og meðan að því við erum aðeins svo sein að takast á við hvers konar samfélag við lifum í, hvernig samsetning þjóðarinnar og við erum að missa svo miklu ef við ætlum ekki að bregðast strax við. Og síðan þetta með hópa fólki sem komið á eftirlaun og nýtur, verður svona eins og bara olnbogabörn í samfélaginu. Bæði hvað varðar lífsafkomu og bara virðingu. Okkur vantar bara að sýna fólki virðingu og sýna því að það hafi skilað ævistarfi og sé bara verðugt þess að fá að lifa áhyggjulaust ævikvöld. Og þessu fólki refsað fyrir að vinna, refsað fyrir að eiga, ef það til dæmis á sumarbústað sem heldur geti hjálpað í ellinni, þá þið jafnvel refsað fyrir að eiga hann. Já, þannig þetta svo hjákátlegt því að flestir reyna allavega þegar að fyrir að nálgast þetta æviskeið að búa þannig í haginn að þeir geti lifað sómasamlegu lífi og sumir hafa kannski varið sínum ævisparnaði í það að koma sér upp eigið húsnæði og jafnvel svo einhverjum kannski litlum sumarbústað einhvers staðar. En svo bregður svo við þegar það komið á eftirlaun að Tryggingastofnun eða lögum Tryggingastofnun, Tryggingastofnun gerir réttindum að því að lagasetningin þannig að þegar það ætlar að nýta sér þennan kannski sparisjóð sem hefur lagt í sumarbústað og svo vitlaust að ætla að selja hann eftir að það komið eftirlaun, þá verður það til þess að það fara skerðingar á fullt í öllum eftirlaunum frá Tryggingastofnun. Þannig ef þú hefur sett spariféð þitt til dæmis í sumarbústað, þú verður að selja hann áður en þú fer eftirlaun. Annars það tekjur? Annars það tekjur, það ekki tekjur á hinn veginn. Þannig að þú verður raun og veru að undirbúa efri árin þín, eftirlauna árin mjög vel áður. Þú þarft helst að vera orðin skuldlaus, búa í eigin húsnæði, í skuldlausu eigin húsnæði, ef þú ætlar að geta lifað af eftirlaunum. Því það eru margir sem átt að sitja á því hversu mikil tekjuskerðing verður við það að fara á eftirlaun. Fólk vant að hafa kannski þokkaleg laun sem það getur lifað á svona meðan það í fullri vinnu, en þegar það fyrir eftirlaun þá skerðast þetta tekjur svakalega mikið og þessar frægu skerðingar varðandi lífeyrissjóð og eftirlaun frá Tryggingastofnun að þessi víxlverkun þar á milli kemur mörgum í opna skjöldu og hún að mörgum leitum í óréttlátt. Þú getur rétt ímyndað fólk sem hefur kannski bara eftirlaun frá Tryggingastofnun og ekki með aðra tekjur manneskja, einhleypingur sem býr með annarri manneskju giftur eða kvæntur
með 248.105 krónur fyrir skatt, sem þýðir 212.000 sem manneskjan á að lifa af. Slík manneskja hefur ekki efnaði að borga húsnæðislánum, hefur alla efnið að vera á leigumarkaði, þannig að það eins gott að undirbúa þetta ævikvöldu vel. Segðu, frá ellinni til ungdómsins, þú ólst upp á vöggustofu. Já, fyrstu 2,5 ára ævi mín. Hvernig kom það til? Það bara fátækt á Íslandi. Ég reyndar Mamma henn var einstæð? Hún var einstæð móðir og eignast þarna, svona eins og heiðstýrulofti, nánast verður hún ófrísk og ávona barni og það kemur í ljós við fæðinguna. Þetta nú á þeim tímum að börnin eru ekki eitt, eða það ekki bara eitt barn, þau eru 2. Og fyrir einstæða móður á þessum árum snemma á 6. áratugnum, þá var þetta alveg gífurlegt sjokk vegna þess að öryggisnet samfélagsins var miklu veikburðara heldur en þó í dag. Og það voru fá úrræði fyrir einstæða móður með 2 börn sem ekki af ríku fólki komin og hefur ekkert öryggisnet á bakvið sig í fjölskyldunni. Og var að flytja norðan, suður, norðan, ætlaði að freista gæfunar? Já, og bara þarna, það voru miklu fólksflutningar til Reykjavíkur á þessum árum eftir stríð þegar var uppgangur í samfélaginu. En þarna kemur skellurinn, hún eignast þarna tvíbura og nánast bara á götunni. Og þetta þá eina úrræði, var þá starfrækt vöggustofa í Reykjavík á vegum Thorvaldsens félagsins í Hlíðarenda og reyndar byggingin ennþá til og núna leikskóli. Að það verður úr að börnin fara þangað nokkra vikna gömul og ég annað tvíburinn. Og þið ílengdust? Já, og svo bara verður það, hún ætlar að koma undir þessu fótunum en það svo sem ekkert áhlaupa verk frekar þá en núna að eignast þak yfir höfuðið til þess að ég tekið á móti börnunum og verið búin að safna sér eitthvað í sjóði að hún geti verið með þeim heima. Og það lengist í því og það kemur upp þessi staða að við erum orðin miklu eldri heldur en önnur börn og við erum búin að vera lengur en önnur börn. Þetta var hugsað sem nokkra vikna úrræði, kannski örfáa mánaða úrræði. Og svona í samráði við forstöðukonu heimilisins sem hafði tekið ástfóstri við mig, þannig að hún þetta ráðleikur henni bara að hafa börnin áfram þarna. Og svo bara líður tíminn og við erum orðin 25 ás þegar við loksins sleppum út og þetta var svona eins og að vera á gjörgæslu. Þetta var algjörlega sterilt umhverfi og óskaplega hreint, ekki neitt, annað í rúm barnanna og börnin voru í rúmunum alltaf og það var enga myndir á veggjum eða það var ekkert sem örvaði neina skynjun og það var raun og veru og foreldrar sem komu í heimsókn eins og hún fengi aldrei að koma og snerta börnin, aldrei að tala við þau og fengu bara að horfa á þau í gegnum svona stóra glerrúðu og horfa á börnin það inni og ég man alltaf svona sögu þar sem að hún sagði í þessum útvarpsþætti sem gerðum þessa vöggustofu á sínum tíma og þá kemur hún einn daginn búin að brjótast, hún bjó í Ytri-Njarðvík, var sem sett að vinna hjá íslenskum aðalverktökum og þá var nú ekkert áhlaup að verka að keyra Keflavíkurveginn. Þetta var svona, það borgaði venjulega bílveikt á þessari leið sem þá var. Og hún gerir þetta hverju helgi, hverjum sunnudegi fer hún til Reykjavíkur að horfa á börnin sín gegnum gler. Og svo lýsir hún í einni slíkri heimsókn þar sem hún kemur að glerinu og sér rúm systur minnar og systur minni í rúminu og svo sér hún rúmið mitt og það autt. Og hún fer að velta fyrir sér hvar Viðar sé. Og hún fer að labba í kringum húsið og reyna að kíkja á glugga og svo kemur hún að kjallaradyrum sem eru opnar. Og hún kemur í gættina og horfir inn eftir gangi í kjallaranum og þar eru opnar dyr fyrir endan inn í þvottahúsið. Og þar situr einn starfsstúlkan með mig í fanginu. Og þessi skelfilega móment þegar hún sér aðra konu fá að halda á mér sem hún hefur aldrei fengið. Að snerta mig og tala við mig en hún þorir ekki inn, það er svo ósýnilegu veggur sem stoppar hana því hún er svo hrædd að hún fyrirgerir öllum rétti sínum ef hún brýst inn þessa dyr, þar að segja bara stígur yfir þröskuldinn og allar að nálgast barnið sem hún á að þá mun henni verið refsað og missa vistina fyrir börnin. Þannig að hún þarf að standa þarna í dyrunum algjörlega lömuð en þorir ekki að fara inn til að snerta barnið sitt.
En þið sem unga börn upplifið þetta á misjafna vegu, þú og systir þín, þú notfærðir leikhæfileika þína, ef svo má segja, sko, sem unga barn vegna þess að fóstran tekur því í fangi strax og þú reynist vera svona sprelligorsinn. Já. En systir þín ekki? Nei, það ég hef haft þarna einhverja vitneskju sko, það væri hægt að brjótast út úr einangrunni með því að heilla fólk, með að verða sprelligorsinn eða skemmtikrafturinn. Þannig að ég varð í uppáhaldi hjá forstöðukonunni, sko. Þannig að það var talað við mig, það var haldið á mér, ég var snertur. En samt þó ekki meir en það að þegar við förum út 2,5 árs þá erum við ótalandi. Við höfðum búið til okkar eigið tungumál sem við stildum hvort annað, enginn annar stildi. Og við stildum ekki annað fólk nema svona eitthvað lítilsháttar. Og við höfðum aldrei orðið veik. Við vorum gjörsamlega ónæm fyrir sjúkdómi, við komum alltaf út í heiminn bara berstjöldur. Svona, ég tala mislingarna í dag, sko. Að þarna vorum við bara að við höfðum verið gjörsamlega laus við umgengni við annað fólk. Þá komum við alltaf út í heim sem var fullur af sóttkveikjum, við höfum aldrei myndað móteitur við einu eða neinu. Og við vorum eins og dýr í búri og þátturinn hét það, eins og dýr í búri. Einmitt, frægur þáttur. Sko, þú fékkst örvun. Já. Systir þín ekki, hún lá meira minna í sinni vöggu alla þennan tíma, gónir upp í loftið og færilega sjónskekju fyrir vikið. Já, það ekkert inn í herbergjunum nema rúmin og börnin. Þannig að þegar hún liggur í eftir vöggu, þetta var svona barnarúm, að þegar hún liggur í rúminu þá hefur hún ekkert til að horfa á. Það ekkert sem örvar nema að þegar hún fer til læknis setna mér út á augunum að því að móðir mín sagði hún fæddist ekki svona. Hún var tillegð meðan hún var á vöggustofunni. Hún fæddist ekki tillegð en þegar hún kemur út hún tillegð. Og augnlæknirinn sem að meðhöndlaði hana síðan, hann vildi meina að það hefði ekkert verið í umhverfina nema kannski einn punktur í loftinu sem hún hafði til þess að horfa á. Og augun þau eru viðkvæm í börnum að við sem sett augasteinarnir leituði í þennan punkt þannig að hún var tillegð og þurfti sér uppskor. Móðir mín talaði þetta seinna við forstöðukonuna, hún segir hvað, þetta svo fallegt að vera svona tillegð. Já. Og þið fekk ekki einu svona að fara út nema sjaldan. Já, sko, mér skilst þess að þegar ég var að gera þá náði ég viðtölum við fólk eða konur sem hafði unnið þarna á þessum tíma og á eftir. Og þær sögðu frá því að börnin lágu alltaf í rúmunum í sínum eigin fötum. Það var allt óskaplega hreint og það var eingöngu á bestu góðviðrisdögum sumarsins sem börnin fór út og þá voru þau keyrð út í rúmunum. Að hugsa sér. Ja, og þá voru þau höfð í rúmunum og þau voru keyrð aðeins út svona ef það var sérstaklega gott veður. Hvernig fór þetta með mömmu þína? Þetta var sko ég held að þeir sem þurfa að bjargast af þeir velti sér ekki upp úr hlutunum. Akkurat. Ég held að þurfi bara að horfa fram á veginn og það held ég hún hafi þurft að gera. Auðvitað sko var í henni, maður fann það þegar ég fór að gera hana þátt, þegar ég talaði fyrst við hana, hún bjóð þá á Akureyri og ég í Reykjavík, hún mundi ekki neitt. Hafði algjörlega grafið þetta niður í sko lengstu djúp hugans og það tók nokkuð misseri að fyrir hann að rifja þetta upp. Ég hringdi hann á nokkrum sinnum og smátt fór að koma eitthvað í ljós og ég held að það hafi verið ári eftir að ég talaði þetta fyrst við hann að ræða við hann þetta fyrir útvarp að þá fór hún bara að hágráta því að þá allt í hennu brast eitthvað í minninu sko. Það allt í hennu opnaðist eitthvað sem hún hafði verið búin að grafa niður þó það bara endaði í tárablóði og það tók hann á nokkuð misseri bara að rifja þetta upp. Skiljanlega, því að þetta hafi verið svona lífsreynsla, sko byrgir fólk inni eins og manneskja eins og hún, á þessum tíma fólk það bara bítur á jaxlinn og segir ég verð að halda áfram, ég get ekki velt mér upp úr fortíðinni. Segir Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri og leikhúsmaður. Við komum hér aftur að afloknum auglýsingum og ræðum þá af hverju hann varð leikari en þar röðust hver tilviljun af annarri ofan á. Eftir andantak.
Þetta fyrir fólkið á nýja leik þegar að horfa á mannamála sjónvarpsstöðina okkar Hringbraut og gestur minn að þessu sinni leikhússtjórinn og leikarinn Viðar Eggertsson. Talandi um leikhús. Þú kynntist leikhúsinu fyrst og féllst fyrir því í Ytri Njarðvík, heima í Ytri Njarðvík. Já, ég átti heima sem sagt í Ytri Njarðvík sem var óskaplega grá. Fyrir mér minningum Ytri Njarðvík, ég vona undir móti sem þaðan eða býr. En fyrir mér í benskunni var Ytri Njarðvík rigning, skýjaður himinn, mosi og malavegir. Á einum slíkum degi að hausti 1965 þá var sem sagt Stapinn vígður, Stapinn sem heitir núna Hljómavöll. Og það var mikil menningarhátíð í tilefni af opnum Stapans, það var nokkra daga hátíð og þar að meðal átti að vera 2 gestasýningar, annars vegar frá Þjóðleikhúsinu og hins vegar frá Leikfélagi Reykjavíkur sem þá var í Iðnó. Og þetta voru hreint ólíkar sýningar, þarna kom margrómaður og vinsæll söngleikur frá Leikfélagi Reykjavíkur og Iðnó sem var ævintýr og gönguför. Og hins vegar var eitthvað svona sýning á einþáttungum frá Þjóðleikhúsinu. Nema hvað að þarna meginstraumur fólks var auðvitað að fara að sjá ævintýr og gönguför og ég hafði nauðað í móður minni sem var nú ekki auðug kona. 11 ára pjakkur. 11 ára pjakkur og það var nú svo merkilegt að mér hafði nú aldrei dottið annað í huginn að fara einn í leikhúsið. Ég gat svo sem ég séð að maður þyrfti endilega að vera 2 eða fleiri saman því að maður fyrir á leiksýningu en maður bara fara að horfa á leiksýningu en ekki tala við annan fólk. Ja, þannig sá ég það og hef alltaf getað farið einn í leikhús eða bíó þegar mér langar til. Og nema hvað, ég nauðaði sem þetta í móður minni að fá að fara og mér langaði að sjá þarna eins og allir aðrir ævintýr og gönguför. Söngvaleikin, stefnarnaleikin, danska gamla. Og að lokum lét hún undan og skrapaði saman einhverja peninga svo ég geti keypt miða og ég labbaði glaðhlakkalegur í miðasölunni í Stapa og til að fá miða á ævintýr og gönguför. En þá sagði miðasölukonan því miður, það bara orðið uppselt. Og þá hugsaði ég, og spurði hana, ekki líka þarna sýning frá Þjóðleikhúsinu? Jú, sagði konan svona frekar dræmt og ég sagði bara, ég ætla að fá miða á þá sýningu. Og ég mæti í Stapa á sýningakvöldin og það ekkert margir í salnum, það var ekkert uppselt á þá sýningu. Þá reyndist þetta vera 2 einþáttungar, annars vegar Jóðlíf eftir Odd Björnsson sem fjallar tvíbura í móðurkviði sem að rífast það hvort það sé til annað líf eftir þetta móðurlíf. Og annað þeirra vil leika á píanó og þarna voru þessi snillingar Baldvin Halldórsson og Þorsteinn Stephensen sem léku þessi skemmtilegu jóð og einþáttungur eftir Odd Björnsson framúrstefnu leikskáld þess tíma á Íslandi. Hins vegar eftir hlé var síðan einþáttungur eftir Samuel Beckett. Með Árna Tryggvasyni einum á sviðinu. Það var einleikur þar sem að leikur síðasta segubandi Krabs. Nema hvað, að það bara gerist að þessi 11 ára pjakki þarna, hann bara í leiðslu. Hún finnst þetta bara einhvern magnaðasta sem hann nokkuð tíman upplifað og þetta þó valla talin barnaleikri. Svona 2 svona tilvistar kreppuleikri, svona annars vegar einleggja tvíbur í móðurlífi sem alveg í tilvistarkreppu og hins vegar þessi frægasti höfundur tilvistarlega kenningar, Samuel Beckett. Og þetta var slík upplifun að þarna ákvað ég að verða leikhúsmaður og alveg eins og gerist þetta með börn að þau sjá fyrst og fremst leikaran á sviðinu þannig að þá ætlaðu sér að verða leikarar. En svo með auknu þroska þá átti að sjá leikhúsi miklu meira heldur en bara leikari. Og þetta var mjög skemmtileg upplifun vegna þess að þegar ég var síðan útskrifaður leikari og komin á samning sem leikari hjá Leikfélagi Akureyrar þá var þar leikhússtjóri Oddur Björnsson, höfundur Jóðlífs. Og hann sem sett ákveður að setja á svið frægasta leikrit Samuel Beckett sem beðið eftir Godot og fær Árna Tryggvason til þess að leika í beðið eftir Godot sem hann hafði gert einhverjum áratugum áður niðri í Iðnó. En þarna sat ég allt í einu, einhverju bara rúmum áratug síðan sat ég til borðs með höfundi Jóðlífs og aðaleikara í síðasta segubandi Krabs og var að fara að vinna með þeim beðið eftir Godot eftir Samuel Beckett. Og Árni kunni ennþá rulluna? Já, hann hafði leikið þetta eitthvað kannski 15-20 árum áður, hafði tekið slíku ástfóstri við þetta verk. Hann frábær Beckett túlkandi hann Árni og
Hann sat þarna á samlestrinum, maður sem á svolítið eins og margir leikarar á efri árum eiga erfiðara með að læra texta. En þarna sat hann á fyrsta samlestri með handrit fyrir fram að sig og hann var alltaf plett í síðunum því hann kunni allt hlutverkið ennþá. Og engan smá texta. Og engan smá texta. Og þarna situr unglingur út í sal sem hér situr. Ég sat frammi á stólbríkinni, ég kom aldrei við bakið og ég var gjörsamlega heillaður að þessu verki. Þar að meðal þér. Þannig að maður þarf ekki stundum að koma við stólbaki til þess að njóta leikhúss. Veistu Sigmundur, ég eitt af síðustu hlutverkum Eddu Heiðrúnar Backman var hlutverk sem hún lék hjá mér í sýningunni Hægan Elektra í Þjóðleikhúsinu eftir Hrafnhildi Hagalín. Og ég man alltaf þegar Edda Heiðrún sagði á einni æfingunni: við verðum að hafa sýninguna þannig að áhorfendur sitji á stólbrúninni. Akkurat. Við eigum að toga áhorfendur þannig til okkar. Og þarna hefur það tekið sem þetta hefur sagði. En hver er galdur leikhússins? Hver er galdurinn að vera listamaður? Þetta er ofsalega stórt nafn. Listamaður. Ég held að... Þetta er ástríða? Já, þetta er ástríða. Ég held svo sem engir tveir hafi einhvern veginn sömu upplifun á því eða sömu skoðun á því hvað er að vera listamaður eða hvað er listaverk. En af hverju velur maður sér þetta? Það er sköpunarþörfin. Já. Alveg eins og vorum að lýsa litla barninu á vöggustofunni. Já. Sem þurfti að fara í hlutverk og þurfti að hafa áhrif á umhverfið sitt til þess að fá að umhverfið tæki eftir honum og umgengist hann sem mannestu. Að þannig þurfum við alltaf að skoða heiminn. Listaverk er bara að skoða heiminn, setja heiminn í nýtt samhengi og við sem vinnum við það eigum að hverfa á bak við listaverki. Það fannst mér alltaf mjög mikilvægt þegar ég var leikari. Það var að ég væri óskrifað blað sem ég teiknaði listaverkið á. Ég væri bara flöturinn og ég ætti að vera fyrir aftan listaverkið. Sko, fannst mér fáránlegt að vera með tattoo. Þá var ég búinn að búa til eitthvað fyrir mig sem passaði ekki persónunum. Einmitt. Þannig að ég varð að vera alveg bara með, ég var að vera eins og óskrifað blað, sko. Mér fannst það voða gaman, sko, fyrstu hlutverki sem ég fékk þá var það ekki svona útlistlega tæpkast til eitthvað mikið, sko, drengi frá Suður-Ameríku og sígun. Þannig að þetta lita hárið og svart og svo framvegis. Ekki að því ég liti út fyrir að vera heldur að því að mér var treyst til að túlka það og skapa þessar persónur. En mér þykir merkilegt að þú segir þetta við þar vegna þess að þú ert samkynhneigður og hefur verið það frá því þú manst eftir þér. Sko, þú hefur aldrei sett samkynhneigðina fram fyrir sjálfan þig. Nei, en það, eins og ég segi, þetta er sama á með listamannin. Mér fannst mjög mikilvægt að ég væri þá fyrst og fremst þekktur fyrir listaverki mín en ekki fyrir hver ég væri. Akkurat. Þetta er alveg í því samhengi að Homminn var aukaður? Hann var algjört aukaður og hann mátti ekki styggja á neitt og áaldrei að styggja á neitt. En þess að ég er bara auða blað sem við erum að mála málverkið á, eða stríin sem málað er á. Ég er bara stríin, ég legg til strigan og penslana. Ég sjálfur á alltaf að vera á bakvið allt og helst að hverfa. En er það vitleysa hjá mér að segja að þú hafi komist áreynslulaust frá þessu hlutskipti sem var fyrir marga á fyrri tíð mjög erfitt? Já, þetta var aldrei háð mér. Nei. Og ég hef aldrei orðið fyrir aðkasti. Ég kannski valdi mér alltaf að vera í nokkuð umburðarlyndu samfélagi hverju sinni. Samfélagi sem ég hef tilheyrt hefur alltaf verið umburðarlynd. Og maður bara, þetta er bara eins og þú ert í stórborg og einn á ferð og þú ert ekki í myrkri einhvers staðar í sundum, sko. Þú heldur þig í birtunni og þú heldur þig í örugga umhverfinu. Þetta er bara svona, maður segir á góður íslensku common sense. Akkurat. Maður þinn rekur eitt frægasta veitingahús Reykjavíkur, Alto, í Norræna húsinu. Ert þú hjálpakokkurinn? Ég er svona bakaradrengurinn. Ég er svona maðurinn á bakvið tjöldin. Já, ég tippi í spotta og svona kannski legg til það sem að ég hef til brunns að bera og aðstofa þar á bakvið. Já, svona, þetta er samstarf. Hann er listaverkið og ég er stríinn. Það er alltaf svo? Það er alltaf svo, já. En
Hefur ykkur, aldrei langað til að eignast barn? Nei, við erum kannski bara að þeirri kynslóð og það var aldrei inn í myndinni. Þannig að það hefur aldrei, við lifum í dag á miklu skemmtilegri tímum. Já, miklu breiðari tímum. Já, mér langar ekki að vera ungur aftur, en mér langar að vera að ég vildi óska þess að samfélagi hefði verið skemmtilegt þegar ég var ungur eins og það í dag. Sem betur fer hlutirnir að breytast og við búum í miklu skemmtilegra þjóðfélagi og jákvæðara og merkilegra. En þín kynslóð hefur líka gert það að verkum. Þakkaðu sjálfu þér. Já. Það bara svo. Já, við sem betur fer höfum við lært á reynslunni. Við erum ekki eins einangru þjóð, við erum ekki eins forbókuð þjóð. Það er svo margt sem hefur spilað þar inn í, við erum bara tengdar í heiminum. Við erum alltaf á einhverju eyju út í Norður-Atlantshafi, en sem betur fer erum við ekki einangru lengur. Haltu þið í birtunni. Takk. Viðar Eggertsson, gestur minn á þessu sinni, mikil saga þar að baki, en í næstu viku verður einhver allt annar gestur í hans sæti að ræða önnur störf og aðra ævi, en í mildtíðinni verið góð hvert annað.